dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Tökum ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Guð blessi þig. Við í Smárakirkju viljum feta í fótspor frelsarans með því að elska alla og þjóna öllum. Við hvetjum þig áfram í að gera slíkt hið sama. Drottinn blessi þig. Við í Smárakirkju viljum elska alla og þjóna öllum. Vertu því velkomin á samkomu í dag. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru 60 sekúndur eftir í samkomu og við viljum hvetja þig að deila fagnaðarerindi Jesú Krist til einhvers sem þarf á að halda í dag. Nýttu tækifærið og vertu blessuð. Góðan daginn Smárakirkja, velkomin á samkomu í dag. Við viljum bara byrja á því að þakka þér fyrir að leyfa okkur að vera inn á heimilið þín í dag. Og ég vona svo sannarlega að þessi stund sem framundan blessi þig og hveti þig og hjálpi þér að ganga gönguna með Guði. Þessi samkoma með aðeins öðruvísi sniði. Í stað þess að vera bara með lofgjör hérna á samkomu í því umhverfi sem við erum vön, að þá bauð Rabbi, sem tónlistarstjórinn okkar, nokkrum úr lofgjörðahópnum á heimili sitt og þaðan mun lofgjörðin streyma í dag. Við vonum að þið njótið þess og ég bið Guð að blessa ykkur. Mitt líf þig, allt sem ég allt sem ég hef. Mín ást til þín, sér hver dag ég minnist þín. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Fætur þína legg ég allt sem ég hef. Vegna þín ég vegna þín
allt sem í mér tilheyrir þér. Mitt líf þitt, þú einn Guð og sannleikurinn. Ég þarfnast þín nú, Guð, sál mín þráir meira af þér. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þínar legg ég allt sem ég hef. Vegna þín ég á, vegna þín ég gef. Allt sem í mér tilheyrir þér. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þínar legg ég allt sem ég hef. Vegna þín ég á, vegna þín ég gef. Allt sem í mér tilheyrir þér. Allt sem í mér tilheyrir þér. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman í dag til þess að vegsama þig, til þess að lyfta þér upp, Drottinn minn. Og ég bið fyrir land okkar og þjóð, Drottinn, á þessum tímum sem við lifum á. Og ég bið þess að þú mættir starfa í hjörtum okkur í dag. Þú mættir leiða okkur í gegnum þessa raun sem við erum að gangi í gegnum í dag. Og Drottinn, ég bið að snerta hverja einustu sál sem að horfa hér og sem hlustar einhver tíman. Við blessum orð þitt og söng í Jesú nafni. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þínar legg ég allt sem ég hef. Vegna þín ég á, vegna þín ég gef. Allt sem í mér tilheyrir þér. You gave me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross.
You gave me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross where you died for me. And his glory appears like the light from the sun. Age to age he shines. Oh, look to the sky, hear the angels cry, singing holy is the Lord. Singing holy is the Lord. Oh, singing holy is the Lord. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For when your eyes are on this child, your grace abounds towards me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds towards me. Your grace abounds towards me. Philip, have you seen? Philip, have you seen? Philip, have you seen? Sing all
í faðmi þér. Mennta mig með þinni sterku hönd. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég. Í þér hvíl, ó Kristur minn. Traust á þig, nú leysir kraftinn þig. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig og gætir mín. Faðir, flóðin hörfa fyrir þér. Þú ert minn Guð, ljóður ég er. Það er yndisleg lofgjör hérna búin að vera og það er frábært að geta hlusta á svona lofgjör og bara gleymt sér í smástund. Og lofgjörð er auðvitað ekki einhver hálftími sem að við gerum á sunnudögum, á samkomum. Líf okkar kennir reikningin á að vera lofgjörð. Og hvað meina ég með því? Hvernig getur líf okkar verið lofgjörð? Það til dæmis að gefa þakkir í öllum hlutum, í öllum kringumstæðum, í því sem að mætir okkur í lífinu, að gefa þakkir fyrir allt saman. Það er lofgjörð. Og mætti það vera tónninn í líf okkar, í öllum hlutum að gefa þakkir, að lofa Guð í öllum kringumstæðum. En það er komið á samskotum hér í dag. Og eins og þið vitið, þrátt fyrir COVID, þrátt fyrir það sem er í gangi í okkar þjóðfélagi, þá halda reikningar áfram að koma. Þannig að við hvetjum þig, ef að þú ert aflögufær, það er engin skyldugur eða nauðugur, bara ef þú ert aflögufær, þá hvetjum þig til þess að styrkja málefnið, að koma Guðs ríkinu til fólks í kringum okkur, með samkomuhaldi eins og þessu, að leggja inn á reikningin okkar sem að birtist á skjánum ykkar. Þannig að ég bygg við að blessa ykkur og mér langar til þess að biðja Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú heyrir sér hverja bæn. Drottinn, mér langar til þess að biðja fyrir öllum bænarefnum sem hafa borist okkur. Mér langar að biðja fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda í dag. Og ég biðja Drottinn minn að þú heyri bæn og þú svarir bænum. Drottinn, og ég þakka þér fyrir það að þú ert að svara bænum. Og ég biðja Drottinn að jafnvel þótt að kvöldi gistur og skrátur, þá er það gleðisöngur á mótni. Mættu við upplifa það í hjart okkar að það er von í öllum kringumstæðum, það er gleðisöngur á mótni. Og ég bið í Jesú nafni. Amen og amen.
Horfðu hiklaust á Jesú, lít himneska tign hans og glans. Þá á fegurð heimsins strax fölvaslær, mót við fyllingu miskunnar hans. Og horfðu hiklaust á Jesú, lít himneska tign hans og glans. Þá á fegurð heimsins strax fölvaslær, mót við fyllingu miskunnar hans. Horfðu hiklaust á Jesús, lít himneska tign hans og glans. Þá á fegurð heimsins strax fölvaslær, mót við fyllingu miskunnar hans. Góðan daginn, góðu vinir, og velkomin samkomuna í Smárakirkju. Þetta eru COVID-tímar og hlutirnir aðeins öðruvísi og þar með útsendingin hjá okkur. Eins og þið sjáið bæði í upptökum á tónlist og orðinu, þá þetta með öðrum hætti heldur en venjulega. En það bara gott. Það ágætt að vera með fjölbreytnin og ágætt að vera heima í stofu og hlusta og skoða og tala ekki um þessa fallegu tónlist og njóta hennar. Og nú ætlum við að kíkja saman í Guðs orð. Mér langar aðeins að minnast á það að í kirkjum landsins oft notaður orðaforði sem algjörlega framandi fyrir þá sem ekki eru í kirkjum eða ekki vön einsum kristnum hugtökum og orðum. Við í kirkjunum kallum þetta stundum svona kristnesku og grínust létt með það að enginn skilur þetta fyrir utan okkur. Það margt til í því. Fólk skilur ekkert allt sem verið að segja og orð og hugtök sem í gangi, og mér langar að fara aðeins í dag örstutt í eitt svona orð sérstaklega. Áður en fyrir þangað, talandi um kristnesku, hún heldur ekkert alltaf eins í kirkjum. Við getum talað um að það séu mismunandi mállýskur í þessari kristnesku. Þjóðkirkjan notar önnur orð heldur en hvítusunnikirkjan eða karismatískar kirkjur. Þarna notaði ég eitt í kristneskunni, karismatísk kirkja, hvað í óskopunum það, hver skilur það? Bara fyrir ykkur sem hlusta og eru að forvitnast um það kannski, karismatísk þýðir að vera, þetta svona náðargjafakirkja sem öðrum orðum bara við trúum á kraft og gjafir heilags anda í kirkjunni eins og talaður í ritningunni. Og það eru karismatískar kirkjur og Smárakirkjan einmitt ein af þeim. Eitt af þessum orðum sem við notum mjög mikið, og ég veit að þjóðin öll hefur heyrt, þó að hún óttasta jafnvel þetta orð og forðasta, og það orðið
frelsaður eða að frelsast. Ég hef áður skoðað örlítið hjá okkur hérna í Smárakirkjunni hvaðan þetta orð kemur í grískunni og hvað það raunverulega þýðir, og mér langar að skoða það aðeins betur í dag og kíkja á það hvað þetta þýðir, því að ég hef grunu það og mín tilfinning og ég tala þar af eigin reynslu að margir túlka þetta orð og skilja þetta orð of þröngt, jafnvel hinni trúuðu. Þessi merking orðsins í grískunni, orðið í grísku sozo, S-O-Z-O, sozo, og bein þýðing orðinu að frelsa, það síðan merkinguna að leysa einhvern, annarkvort bókstaflega eða táknrænt, en orðið þýðir líka að lækna, varðveita, gera heilt, vera heill. Þessi merking, og hlustið á hvað við erum að tala að vera heilbrigður til anda, sálar og líkama, að vera laus og frjáls, vera hamingjusamur, heill á líkamann líka, varðveitast, ganga vel í lífinu. Við sjáum þessa hugtök, þessa leit líka í öðrum tungumálum heldur en kristnesku í þjóðfélaginu okkar. Hver hefur ekki heyrt talað jóga, heilun, reiki, slökun, núvitund og svo framvegis. Þetta orð sem að hringsóla í þjóðfélaginu okkar í dag, og þjóðin, svona sumir allavega, sum okkar skiljum, önnur alls ekki, og flest höfum við heyrt. Og sumir óttast þessi orð. Vandamálið eða við orðið frelsaður sem í kristna heimi, að það ber með sér nefnilega ákveðið svona stigma og margir sjá fyrir sér þegar bara öfgatrúar fólk. Það var ég man eftir að það var talað svona holy rollers, hvítasunnumenn, þegar það bænast undir hjá þeim þá bara veltu sér á gólfinu og rúlluðum allt, og þetta var svona öfgatrú, sértrúarhópur og frelsaður. Ef þú ert frelsaður þá varstu yfirleitt einhvern svona hóp eða hópi, og þess vegna óttast margir þetta orð. En mig langar í dag að eyða smá tíma í kringum þetta orð til að sýna fram á það engin ástæða til að óttast. Þetta ekki þannig orð, og ef það hefur fengið á sig þessa mynd að þetta sé eitthvað neikvætt, að þá kannski má spyrja sig hvort það sé ekki bara frekar hinni trúuðu sem hafa gert það að verkum að þessi ímynd orðsins einhvern öfgatrú sé í hugum fólks. Neikvæð mynd sem sagt. Orðið sozo felur í sér frelsun eða lausn frá hlutum, lausn frá einhverju sem fjötrar og einhvern bindur. Þú ert fjötraður í einhverja hlekki lífsins, líður illa, fjötraður í synd eða ranga hluti, einhvað sem bindur þig, og það að frelsast því einfaldlega bara að losna undan því. Og flestir í hinum kristna heimi vita það, og þannig orðið mest notað, að það að frelsast frá fjötrum syndar, endurfæðast, eins og Jesús talaði mikið það að við þurfum að endurfæðast, fæðast upp á nýtt, og þá var hann að tala innri lífið, umskerast, segir Biblían líka á hjarta okkar, þar sé að það einhver breyting innra fyrir. Útlitið á okkur kannski ekki að breytast, við erum ekki að fara að breytast þó við verum ný sköpun eins og Biblían talar að við verðum, þá breytingi fyrst og næst innra fyrir, sem síðan kemur fram í nýrri hugsun, nýjum orðum, nýjum verkum. Þetta eru líka orð kristneskunnar, endurfæðing og svo framvegis, en flestir hugsa þetta orð í þessu samhengi. Losna frá fjötrum syndar, frá fyrirgefningu syndana og eiga von og trú eilíft líf með Guði að loknu þessu jarðlífi. Þetta svona klassísk nótun á þessu. Og það ekkert allir sem að
já, eins og ég sagði það, margir eru hræddir við þetta, en hinni kristnu sem nota það oftast nær eða mjög oft í þessari þröngu merkingu. Í ritningunum hefur orðið í Biblíunni þar að segja, þá er þetta orðið oft þýtt með öðrum þeim merkingum sem ég las upp áðan úr grískunni. Að læknast, verða heilbrigður, verða heill, og þetta er hlutur sem að okkur kannski yfirsést oft, en er hluti af frelsisverki Krists. Ég ætla að lesa úr Biblíunni, Markús 10. kafla, hlustum vel á það, 46-52. Þeir komu til Jeríkó, og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærjusveinum sínum og miklu mannfjölda, þá sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, og hann var blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret hjá, þá tók hann að hrópa: Sonur Davíðs, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir: Sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði: Kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann: Vertu hughraustur, stattu upp, hann, þar að segja Jesús, kallar á þig. Hann kastaði þá frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann: Hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindumaðurinn svaraði honum: Rabbúni, að ég fái aftur sjón mína. Þetta var náttúrulega þarna var hans fjötrar, hann var blindur. Hann þurfti hjálp, hann þurfti sjón. Og þá segir í íslensku þýðingunni, sem er mjög góð þýðing hér, Jesús sagði þá við hann: Far þú, trú þín hefur bjargað þér. Þetta orð, bjargað þér, er þetta orð, sozo. Þarna er ekki verið að tala frelsun til eilífðar himnavistar, þarna er verið að tala trúðin hefur gert þig heilan, hún hefur bjargað sjón þinni. Og það segir okkur eitt, að lækning er hluti af því sem þú og ég þurfum og eigum í Kristi og getum trúað fyrir. Í Póstulasögunni, í 4. kafla 8 og 9 og 14. kafla 8 og 9, þar segir svona, ég ætla að lesa það: Þá sagði Pétur við þá, fylltur heilugum anda: Þér höfðingjar lýðsins og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé heill orðinn. Þarna er orðið, heill orðinn, sozo. Við eigum að gera grein fyrir því hvernig hann varð sozo. Þarna er ekki verið að tala hvernig hann frelsaðist frá synd sinni, heldur hvernig hann læknaðist og varð heill. Og í 14. Í Lýstru var maður nokkur máttan í fótum, lamaður frá móðurlífi og hafði aldrei getað gengið. Maður þessi heyrði á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá hann hafði trú til þess að verða heill. Hann var lamaður, Páll leiti á hann og hann sér hann hafði trú til að verða heill, eða vera sósót. Enn og aftur ekki verið að tala að frelsast í þessari klassísku merkingu sem við notum orðið eða margir notu orðið, heldur að verða heill af líkamlegu meini sínu. Lækningin er því fólgin í orðinu frelsun. Það að frelsast er ekki bara að breytast þér innra fyrir og fá anda Guðs innra með sér, heldur líka að verða heill til anda, til sálar og til líkama. Það þýðir sem sagt velgengni, lækning í lífinu á sama hátt og það þýðir fyrirgefning syndana, endurfæðing og eilíft líf. Hvað segir þetta okkur? Og þetta er kannski lykillinn að því sem ég vil aðeins tala um. Þetta segir okkur það að við getum aðeins á einn hátt meðtekið lausn, lækning og líf og vellíðan fyrir líf okkar í kristinni trú, og það er fyrir trú,
rétt eins og þú frelsast fyrir trú. Þetta notum við mikið. Þú frelsast fyrir trú. Og það þýðir sem sagt ekki bara að þú fær fyrirgefningu synda þinna og eignast eilíft líf í Guði. Það þýðir líka þú frelsast fyrir trú, þú fær fyrirgefningu, þú fær lækningu, þú fær lausn, þú fær velgengni, þú fær blessun fyrir trú. Þetta lykillinn að þessu aðgengi. Þetta allt í sama pakkanum. Þetta bara einn pakki sem að Jesús gaf okkur. Sem sagt, trú á Jesú Krist nóg. Jesús nóg. Jesús nægilegur. Við segjum oft, og það mikið í tísku, og það hluti af þessu sömu leit sem ég að tala og ég nóg. Við vitum hvað fólk að meina þegar segir ég nóg. Ég að segja í kristinni trú, Jesús nóg. Og fyrir þig sem ert að hlusta, sem ekki kannski veist nákvæmlega hvað að tala með, þetta kannski svona, já, þetta nú spennandi hugsanlega og þetta gæti verið eitthvað fyrir mig, en já, ég veit ekki. Og segi við þig, Jesús dugar þér. Jesús dugar í þetta sem þú ert að leita, hamingjunni, lausninni, lækningunni, fyrirgefningunni, frelsunni innra, lífinu, fyllingu lífsins. Jesús nóg. Og allt sem þú þarfnast getur þú eignast inn í þitt líf fyrir trú á hann. Þetta hljómar rosalega eitthvað svona einfalt, það ekki? Já, en hvað á ég að gera, Halldór? Ekkert annað en trúa. Þetta það sem Páll var að meina, hann sagði, sko, þetta heimska, þeir sem glatast. Þetta finnst fólki kjánalegt. Við höfum að fara að gera eitthvað, við höfum að vinna fyrir þessu, við þurfum hvað á ég að gera, það ekki nú bara að trúa. En í kristinni trú það lykillinn og það eina sem gildir, og ég ætla að koma að því betur á eftir. Nú ætla ég að lesa vers í Efesus og biðjum að skoða, ég ætla að skipta einu orð út, ég ætla að skipta orðinu hólpinn, því að þarna eitt svona orðið sem við notum hólpinn, að vera frelsaður eða laus og deyja ekki, glatast ekki, vera hólpinn. Því að þetta orðið sózó. Í Efesus 2:8 segir svona, því af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka, þetta Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þau lesa þetta með annarri merkingu orðsins sózó. Því af náð eru þið heilbrigð orðin fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka, þetta Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Fyrir trú getur þú ögnast heilbrigði til anda þíns sem frelsunin, fyrir sál þína sem friðurinn, stilling hugans, lægjastorminn í kollurum á okkur, núvitundin, meðvitundin, allt þetta sem fólk jafnvægið, allt þetta sem fólk að leita að, þetta býst þarna og fyrir líkamann sem heilbrigði af líkamlegum krankleika. Þetta sem sagt allur maðurinn í heild sinni, Jesús frelsaði hann allan. Hann, svo ég noti grískorið, sózóaði allan manninn. Gerði hann heilan á anda, sál og líkama. Og enginn getur miklast að því vegna þess að það hann sem gerði það. Hvernig meðtökum við allan þennan pakka? Það var aðeins að fara í það. Hvernig meðtökum við þetta? Hvernig verðum við hólpin? Hvernig eignumst við lífið í Guði? Hvernig verðum við heilbrigð á anda, sál og líkama? Fyrst af öllu vil ég rifja upp það sem ég sagði áðan. Trú á Jesú Krist nægileg. Hún nóg. Þar byrjum við. Við byrjum bara á Jesú. Til þess að fá þennan pakkin í líf okkar, þá byrjum við á Jesú. Og fyrir sum ykkar segja, það sem ég ætla að segja núna, fyrir sum ykkar hugsa ykkar segja, vá, hvað kallinn að tala um? Fyrir aðra ykkar segja, vá, þetta léttir. Það þurfum það ekki. Og ég ætla að segja þér,
Þú þarft ekki að trúa allri Biblíunni til að ganga inn í þennan pakka. Þú þarft hvorki að trúa Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu. Veitu, hvað, þarf ekki að trúa Biblíunni? Nei, Jesús er nóg. Takk eftir, fyrstu 300 árin í kristnu lífi, það var ekki Biblía hjá þeim. Heiðingjarnir út í Galatíu, þeir voru ekki með Biblíuna. Þeir voru alls ekki með Nýja testamentið og þeir voru ekki með Gamla sáttmálann eða Tórabækurnar. Þeir vissu alla hvað það var, þeir vissu að gyðingar höfðu það. Biblían er það sem að kemur á eftir. Mörgum okkar og í trúarlífinu á Íslandi var kennt það að Jesús hefði risið á dauðum og það væri satt. Af hverju? Vegna þess að Biblían sagði það. Í dag við ólumst upp við svona textatrú. Ef að Biblían sagði það, þá var það rétt. Vandamáli við þjóðin okkar í dag að stór hluti þjóðurinnar trúir ekkert á Biblíuna eða það sé Guðs orð og eitthvað sé satt vegna þess að standi þar. Og það er bara staðreynd. Og það er bara eins og hópurum var sem er í fyrstu árunum sem er í kristninni. Þeir frelsuðust, eignuðust lífið, eignuðust Zozo í allt sitt líf, andasál og líkama, þó þeir hefði ekki ritningarnar. Kristur og upprisa hans, það líkir svo svona. Kristur og upprisa hans er eins og hesturinn. Biblían er eins og vagninn sem hesturinn dregur. Í margar aldir höfum við látið vagninn draga hestinn. Við höfum predikað Biblíunni yfir fólki sem trúir varla á hana og erfitt með að trúa á hana í staðinn fyrir að kynna þeim fyrir Jesú. Og þá ætla ég að segja það, þú þarft ekki fæðingarvottorð, þú þarft ekki að sjá fæðingarvottorð Jesúbarnsins ef þú farið að sjá Jesúbarnið sjálft. Ertu með? Þú þarft ekki vottorðum að Jesús hafi fæðst til að trúa því ef þú ert búin að sjá Jesú sjálfan. Og þetta er lykillinn. Við þurfum að því að í frumkirkjunni þá voru það reynsla fólks og verkin, viðburðir sem áttu sér stað í lífið þeirra og í kringu þau sem að fékk þau til að trúa. Þau sáu Jesús læknamann og segðu, vá, hvað er í gangi? Ég ætla að skoða þetta betur. Þau fengu að reyna Jesú á eigin skinni því hann kemur í krafti, hann mætir og læknar, hann reistir fólk frá dauðum, lamaði maðurinn, hann reis upp, blindi maðurinn, fékk sjón. Það þurfti ekkert að sýna þeim eitt vottorð þetta væri satt. Þau fengu að reyna það. Og þess vegna segi ég það, fjöldi manna hefur fengið að reyna lífið og lækninguna og frelsið í Jesú áns nokkuð tímann að hafa lesið Biblíuna eða jafnvel trúað á hana. Eins og segir, Biblían er vagninn sem fylgir á eftir. Þú þarft ekki fæðingarvottið Jesúbarnsins til þess að ef þú hefur séð Jesúbarnið sjálft. Og þarna komu hlutum sem að skipti miklu máli, ekki síst þegar við erum farin af stað í trúarlífinu og fyrir marga trúaða, hvernig við lifum síðan lífinu eftir að við erum búin að mæta þessu. Þetta er byrjunin, svona mæturu inn í þetta líf frelsisins. Það er að segja að þú bara mætir Jesú eða öllu heldur, hann mætir þér. Páll notaði mjög sterk orð. Ég vitnaði áðan í söfnuðina í Galatíu og Tyrklandi og þar sem þeir höfðu ekki Biblíuna. Páll ávarpaði þessa söfnuði á mjög sterkan hátt í Galatabréfinu og hlustiði nú á. Mér finnst gaman að Páli. Mér finnst gaman að þegar hann talar svona. Hann er sterkur, hann kallar ekki allt ömmu sína og hann ávarpar bara hlutinni eins og þeir eru. Og hann segir svona í fyrsta kafla: mig furðar að þér. Takk til hverjum er hann að skrifa? Hann er að skrifa kirkjunni í Galatíu, kristnum söfnuðum, nýjum, flestir, nýlega orðin söfnuður, því hann fór sjálfur þangað, boðaði fagnaðarerindið og sá kirkjuna vera til. Mig furðar að þið svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður náð Krists. Hvað er hann að segja? Bara þessi fyrsta setning. Ég skil ekkert í ykkur, elsku fólk, segir hann, að þið látið snúast frá honum, Kristi,
sem kallaði ykkur í nákrist, frá Guði sem kallaði ykkur í nákrist, til annars konar fagnaðarerindis heldur en það sem það var búið að boða. Þetta fagnaðarerindi er ekki til, þetta annars konar, segir hann. Heldur eru einhverjir að trufla ykkur og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Jesú. Við skoðum að þetta, hvað þetta annars konar fagnaðarerindi var. Af hverju var Páli svona mikið niðri fyrir? Ef við lítum til Jesú til að öðlast fyrirgefningu og eilíft líf fyrir hans náð, og það gera allir kristni menn. Við frelsumst fyrir náð. Martin Luther, sem að íslenska þjóðkirkjan kennir sig við og lúterska hreyfingin í heiminum, hann kom einmitt með þetta, hann endurvakti, hann fekk opinberun frá Guði það að koma að við frelsumst fyrir trú, fyrir náð Drottins eingöngu. Verkin okkar get ekki frelsa okkur. Og þá var hann í miðri þeirri stöðu að það voru verið að selja aflátsbréf til fyrirgefningu syndana, menn þurfti að skriða upp tröppur til fyrirgefningu syndana, menn þurfti að gera alls konar hluti til að fá syndafyrirgefningu hjá Guði. Hann var að segja, nei, aðeins fyrir náð, aðeins fyrir trú á Jesú Krist, endurfæðumst við. Hvernig má það vera að þegar við öðlumst eilífa lífið og fyrirgefningu syndana í honum fyrir náð, að við snúum okkur síðan frá Guði þegar kemur að lækningu, blessunum og velmegun og krafti heilags anda í líf okkar. Því að margir kristnir snúa sér einmitt frá Guði þá. Ég er ekki að tala frá Guði að þeir fari frá honum fyrir fullt og allt, heldur þeir snúa sér annað til að fá þessa hluti. Og hvert snúum við okkur? Að okkur sjálfum. Við snúum okkur til okkar sjálfra. Og hvað á ég við með því? Okkar eigin verk, við förum að leita í eigin verk, eigin heilaleika, eigin réttlæti, hvað við erum góð, hvað við erum sterk, og ef ég gerir þetta, þá fæ ég lækningu, og ef ég gerir svona, þá fæ ég lækningu, og ef ég bið meira hér og gerir meira svona, þá gerist eitthvað. Og Páll er að ávarpa þetta og segir, nei, vegna þess að Zozo þýðir allt þetta. Þetta er allt fyrir náð, þetta er allt fyrir trú. Allt sem þú ert að leita og þarfnast í lífinu, allt sem þú þráir, er aðeins fyrir náð Guðs og fyrir trú á hann. Það er málið. Snúum okkur ekki á okkur sjálfum. Við munum aldrei standa okkur nógu vel til að fá allt frá Guði eða öðlast náð hans eða réttlæti. Aldrei. Við verðum aldrei nógu góð. Sumum kristnum líður bölvanlega yfir þessu að þeim finnst þau aldrei vera nógu góð og halda þau séu fara misvelt í Guði vegna þess að þau eru ekki nógu góð. Þetta er fyrir náð, elsku vinur. Þetta er fyrir trú á hann. Þetta er fyrir náð. Við verðum aldrei vera fullkomin hvað sem er. Þú getur ekki fengið lækningu. Ég verð að segja ykkur þessu. Þetta er saga sem er sönn saga og gerðist. Það var sjúk kona og hún hafði búið að biðja oft fyrir henni og hún virtist ekki ná lækningu. Það gerðist ekki til líkamann hennar. Og presturinn hennar, hlustið á þetta er náttúrulega skelfilegt finnst mér persónulega sko. Hann segir, það er ástæða fyrir að þú ert ekki að fá lækningu. Og ertu búin að pröfa að gefa meira pening til kirkjunnar. Því að Guð elskar glaðan gjafara og hann mun blessa þig ef þú gefur. Þetta er rangt. Þetta er náttúrulega bara manipulation, það er verið að stjórna, gefðu. Og þó svo að presturinn í einlægni sinni tryði því að það myndi auka líkurnar og læknaðist, þá er þetta samt ekki það sem að Biblían kennir okkur, eða Zozo kennir okkur, eða Jesús kennir okkur, eða Páll kennir okkur. Þetta er nákvæmlega sem Páll var að ávarpa og segja, ekki láta snú ykkur í þetta fagnarerindi að þurfa að fara að gera einhverja hluti til að fá það sem að Kristur er búinn að vinna fyrir þig. Hann hefur gefið þessa hluti, þú þarft ekki að bæta og getur ekki bætt neinu við til að öðlast. Hlustið hér á. Það minnast á þetta svona í lokin held ég. Þetta er gott dæmi þetta og við margir kristnir, við föllum í þessa gryfju nefnilega. Matteus 17, 14-21. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum,
Hann er tungsjúkur, hann geðrof, geðveikur og einhvern veginn, hann er lasinn og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, taktu þessari lykilsetningu. Maðurinn kemur til Jesús og segir, ég fór með son minn til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, ó, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera með ykkur? Hversu lengi á ég að umbyrað ykkur? Og þá er hann að tala umbyrað vantrúna. Færið piltinn til mín. Jesús hastaði á hann og illi andinn sem í honum var fór út af honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Lærisveinarnir horfðu á, lærisveinarnir hugsuðu, vá, við gátum þetta ekki. Hann gat þetta. Svo þeir koma til Jesú eftir á og spyrja, þeir voru einir með honum, pappinn farinn, strákurinn farinn, allir farnir nema þeir. Og þeir spyrja Jesú, hvers vegna gátum við ekki gert þetta, Jesús? Af hverju gátum við ekki læknað hann? Og þá kemur fræg setning og fræg svör sem að ég held að við höfum oft misskilið. Hann segir, vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafið trú eins og mustarskort, getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og þangað og það mun flytja sig. Og í þessu tilfelli var sjúkdómur drengsins mikið fjall. Og svo sannarlega var hann stórt fjall í lífi drengsins og fjölskyldunar. Og þau þurftu að losna við þetta fjall. Og Jesús ávarpaði það og sett hann frjálsan frá því. Flytið héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur þá megn, segir Jesús. Og svo segir hann, en þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Ég held að þarna höfum við misskilið hluti. Því að flest okkar sem lesum þetta orð og höfum þekkjum þetta orð og höfum lifað í þessu orði eða orðið lifað með okkur í einhver tíma og við viljum sjá kraft Guðs. Við höldum þarna sé lykillinn að andinn, sjúkdómurinn, fjallið er svo stórt að þú ræður ekki við það nema að biðja og fasta. Er það sem hann er að segja? Segir Jesús, þegar þið hafið trúið sem mustarskort getið þið sagt við fjallið að flytja héðan og þangað og það mun flytja sig, ekkert verður ykkur megn, en þessi sjúkdómur, þessi andi, hann er svo stór, nei, heyrðu, það er ekki nóg að hafa trú á hann, þú er að biðja og fasta og þá kemur það. Er hann að bæta bæn og föstu við trúna til að láta það gerast? Nei, ég ætla að leggja aðra túlkun á þetta framfyrir þig og ég bið að skoða hana. Ég trúi því að hann sé að segja hér, vantrúin ykkar, það var fjallið í þeirra lífi. Þegar hann byrjar að segja ávarpa vantrúin og segir, hversu lengi á ég að umbyrja vantrú ykkar? Og svo segir hann, þetta kyn, þessi vantrú, að vantrú almennt kemur ekki út, fer ekki úr ykkar lífi fyrir en með bæn og föstu. Og hvað er ég að meina? Og hvað er hann að meina? Þegar þú ræktar, þú stoppar, þú sérð eitthvað og það gerist ekki eitthvað og þú segir, heyri, það er ekki vegna þess að fjallið sé svo stórt, andinn er svo sterkur, nei, Jesús minnist ekkert á það. Það er vegna þess að ég trú ekki. Það er vegna þess að ég trú, þannig að síminn að hringja á okkur, það er vegna þess að ég trú ekki. Og þess vegna þarf ég að bakka, ég þarf að taka tíma, ég þarf að fara afsíðis, ég þarf að biðja, ég þarf að fasta. Af hverju? Til að mitt líf, til að ég fara á réttan stað, þetta er í takt við það sem Páll var að segja, ekki láta leiða ykkur afvega frá fagnarhundinu. Bæn og fasta er að stilla sig rétt af aftur. Það er að fara inn og segja, heyrðu, af hverju hef ég ekki trú? Samt segir Jesús að ég eigi þetta og ég hafi þetta og hann hefur gefið mér þetta. Og þú ræktar innri mannin, þú stoppar og þú dílar við ástand hjartaðins og virkjar trúna, þú endurnýjar náð
Guðs innra með þér og rifjar upp að allt þetta fyrir náð og ef þú trúir þá þér gefið. Þú þarft ekki gera neitt til þess að breyta lífinu í kringum þig eða kringumstæðum eða sjálfum þér. Þú þarft bara að trúa náðarverki Krists. Ég veit þetta hljómar alveg hrikalega eitthvað svona einfalt og simpult. Og Páll sagði það líka aftur, svo ég ítrykki það. Hann ávarpaði einmitt þennan þátt að fólki finnst þetta of eitthvað. Ég að segja þér, þetta lífið. Þetta Kristur og hann á þetta handa þér. Elsku vinur, Jesús þér nóg. Leitaðu hans að þér, þú munt finna. Þú skalt knýja á hans dyr og það verður opnað fyrir þér að þú tekur á móti því í trú. Þá opnast allar dyr lífsins og svo frelsi og líf og lækning til anda, til sálar og líkama tilheyrir þér. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þinn og miskunn. Við þökkum fyrir það að allt okkur gefið fyrir þína náð. Og fyrir trú á þig getum við meðtekið lífið í þér. Frelsisverk þitt algjört, ekki bara fyrir and okkar og innri mann, heldur líka fyrir sálunin okkar og fyrir líkamann okkar. Fyrir okkur sem manneskjur í heild hefur þú frelsað okkur og við þökkum þig fyrir það. Blessa sér þitt heilaga nafn. Ég bið fyrir hverjum sem að hlusta, fjölskyldunni þeirra Drottinn Guð, hvar sem þau eru niður komin. Bið varðveislu í líf þeirra. Ég bið Drottinn Guð að þú snertir þar með anda þinn, komi frið þinn, kærleika þinn, lífið þitt inn í hverja kringumstæður, frið og ró þína. Opinberun anda þíns í Jesú nafni. Amen. Yndislegt orð hjá Halldóri og mér langar til þess að gefa þér tækifæri ef að þú þekkir ekki Jesú og þú bara í rauninni getur ekki alveg sett þig í þessi spor, skilur ekki alveg hvaðan við erum að tala, hver þessi Jesús er. Það bara ein bæn á milli þín og Drottins. Og ritningin kennir að ef við trúum í hjartanu og játum með vörunum, þá munum við hólpin verða. Þetta svo einfalt. Það bara að trúa og játa. Og byggt á þessari ritningagrein, þá langar mér til þess að fara með stuttabæn. Og ég bið þig að fara með bænina eftir mér. Og bænin svona. Kæri Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Viltu fylla mig af þínum heilaga anda? Viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú nafni. Amen. Drottinn blessi þig.